Komið þið sæl og eru velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á sigri á móti Tottenham. Þetta er þáttur sem í boði Egils Gull, Léttöl og þetta líka í boði Hugo Lloris að þessu sinni. Mikill vinnur okkar held ég eftir bara hreinlega frábæra helgi en við erum búin að vera eins og bara Liverpool núna eftir áramót. Við erum búin að taka pásu núna tvisvar með stuttu millibili. Það er líklega lítið það framundan. Þannig að við sjáum bara fram að klára þetta tímabil og það verður frekar við bætum í heldur en að taka pásu en já, þetta verður ekki dagskráin. Liverpool, Tottenham, það verður aðalatriði. Apríl mánuður er rosalega stór framundan og við eigum núna bara í næstu viku Southampton og Porto og þetta er allt svona sem við skoðum að dagskrá og kannski eitthvað topp 4 baráttuna eftir þennan Tottenham tapleik frá þeirra sjónarhóli. Með mér á línunni Maggi Steini. Sælir og hvernig lítur gróta? Bara ótrúlega vel. Þetta var afskaplega ánægjulegur sunnudagur og bara fullkomin gleði held ég. Það sem ég held ég öskraði þess mikið, ekki nokkuð tímann öskraði þess mikið, þannig að United maðurinn við liðina mér sendi formlega kvörtum til húsfélagsins held ég, yfir hávaða hjá mér og það er bara vonbrigðum ekki að heyra röddið þér, það er búin að 2 leikir helgina sem fóru frábærlega og svo þetta sko. En Maggi, ertu vissum þetta að vera nágrann við hliðina? Því ég held að nágrann við hliðina mér hafi verið að kvarti við það. Ég gráði sko. Það var allavega þannig að það svo ýmislegt gengið á þessu 4 mánuðum sem ég hef verið þarna en þetta í fyrsta skipti sem honum varst ástæða til þess að leggja fram þessa kvörtun sko, sem var svo sem í góðu en það voru mikið læti heima hjá mér og tókst að láta konunni mér öskra held ég líka þarna, við vorum þarna saman í stofunni, þetta var geggjaður dagur. Árni má alveg röfla þarna við liðina. Fullkomlega. Engir hákinn að því. Það verður klukkan gleði helgina líka, erum við ekki að tala station, það er bara áslátti klúbbsins og allt að gerast og leikur á föstudegi, þetta er ekki að tíja helgina mikið betur upp? Nei, þetta er alveg bara suttalega helgi framöndan og vonandi förum við sælur og glæðir inn í hana, það væri ansi súrt ef illa færi á föstudagskvöld inn í helgina en við látum ekkert á okkur fá, það verður alveg frábær skemmtun. Ásatíð klúbbsins er orðin bara klassíkar og þetta er einhver smá. Þetta er náttúrulega séns sem þeir taka eðlilega hafa þetta á miðju tímabili, þetta er náttúrulega það er oft leikur á ásatíðardegi eða þá daginn, ég aldrei veit að föstudegi fyrir, það er bara fínt. Þetta er bara alveg svo í ferðunum okkar að við getum ábyrgst alveg frábæra ferðir, eina sem við getum ekki ábyrgst það er hvernig liðið mætir til leiks en við förum bjartir inn í helgin og það verður bara spennandi að hitta þessa 2 Tékka sem áttu nú svona ansi ólíkan feril hjá Liverpool en settu báðir mark sitt allverulega á liðið. Algjörlega, við förum kannski betur yfir það eftir helgina en förum bara inn að leik og Maggi, ég byrja þér og ég meina það er alltaf þetta sterka samfélag markmanna þið hlýtur að hafa ykkur smá samúð en ég meina þetta var bara líflína frá Lloris eða ekki og bara fyrir vikið ennþá bullandi lífi titilbaráttunni. Algjörlega, þetta var eins og segir það er alltaf súrsætt að horfa á markmenn og ég meina þegar leikurinn er búinn og leiði mér alveg kannski vorkenna Lloris smá vorkenna ekki vorkenna, þetta er alltaf bara alveg ótrúlega illa gert í honum og öllu leyti kallanganum því að þetta var það sem að öllu leyti tækniatriðin, fótavinna, handavinna og þetta dót allt, hann á meira þess að séns fyrst mér að gera betur í því þegar boltinn rekkur aldrei verið en er einhvern veginn illa áttaður þannig að þetta var alveg fullkomin gjöf frá Hugo Lloris þetta sigurmark og bara þú orðar það algjörlega rétt að þessi stig voru í hans boði og mér finnst þetta áhugavert að ég velti mér nú upp úr þessu skæðarna eftir leikina, hann er ég held að hann sé orðinn töluvert tastur yfir það markmenn sem hafa gefið flestu mörkin og voru sýndu þarna 4 mörk eða eitthvað sem hafa verið í vetur sem var algjörlega hægt að skrifa á hann þannig að dróna 2 á tóknum hann og Pickford það er bara svoleiðis en ég meina Pickford er bara með virðingu Pickford er ekki alveg með sama sess í fótboltanum eins og Lloris er heimsmeistari og bara fyrirliði Tottenham og alveg ótrúlegt í rauninni að hafi fært okkur þessa gjöf en vákáum var vel þegin og
og rauninni langar mann til þess að þetta geta fara að nota orðið meistarheppni yfir þetta vegna þess að þú veist, þetta er hot sem klúrast og þetta er svifbolti á fjær einhvern veginn, það einhvern veginn ekkert að gerast þegar þessi skalli lausi, misjöfnaði skalli rauninni að marki kemur inn og bara, já, þetta var einhvern veginn þetta var svo fáraldur svo Klopp saði, hann gat ekki eiginlega fagna markinu með enn látum því hann sá ekkert hvað gerðist, allt að boltinn í markinu og bara upp úr engu sko, þannig að En Pickford, hann að kleima eitthvað heimsmeistaratitil í veldivikt núna þessi. Já, það er víst. Það er spáð í þetta maður, því að þetta er englendingarnir, kannski tökum smá hliðarspor, spáð í það að atvinnum markmaður fari og horfa eitthvað gamalt lið niður á Wembley og taki sko 5 klukkutíma rútuferð, alltaf klárlega í bjórnum alla leiðina, til þess að slástur utan eitthvað pub í heimabannu sínum, þetta er alltaf bara grín sko. Þetta er alltaf bara, maður getur ekki skrifað þetta handrit sko. Eins og þú hafur ekki lent í þessu á Siglufirði Hérna Steini, þú veist þetta er ógeðslega, þetta var alltaf heppnisstimpillinn og allar rosalegur á þessu marki og allt það, en ég meina, mann finnst svolítið í umræðan eins og sé eitthvað annar lögmál með Liverpool, hérna heldur en eins og City undanfarin á Chelsea og hvað guðminn almáttur þá þessi United liða, þú veist þetta, þú náttúrulega gamla frasin þú skapar þín eigin heppni, en hún var mjög sterk allavega umræða núna og að tína öll svona atriði til það sem að Liverpool hefur vissulega verið haft lukkuna með sér, þessi Everton og Tottenham leikur alltaf galið dæmi sko, en þetta er ekkert eins og hafi nú allt leikið við okkur í vetur. Strákar, hversu oft bara segið þið mér árafjöldan eða tímabilafjöldan sem að þið hafið tautað og röflað yfir Man United undir Ferguson, það sem að þeir voru að vinna einhverja skrappi ógeðslegra sigra á einhverjum svona mörkum í blá restina. Þetta eru svo mörg tímabil sem að þetta fór í... Mér finnst það að vera 1000 sinnum, Steini. Mér finnst þetta bara að vera 1000 sinnum. Þetta er bara, í minningunni, þá er þetta bara, maður var alltaf að pirra sig á þessu og mér finnst bara svo æðislegt að nú sé einhver annar að pirra sig á þessu með okkur að bara, ég skil það svo vel en er svo ofboðslega glaður að vera á hinum endanum núna að það er bara hálfa að vera hellingur sko. Þetta er að tala svo rosalega um þessi svo ofboðslega mikil heppni að Liverpool er ekki sko jafn mikið að vinna ljótusigurinn ef ekki mikilvægt. Ég talaði líka um heppni alltaf þegar United var að gera þetta og þeir komu og sögðu að þetta þú þarft að reyna til að skora þetta og þetta er sigla og Þetta var alveg hárrétt hjá báðum, þetta var náttúrulega hundaheppni og þetta er líka hundaheppni og okkur inn á milli, sko. Þannig að ég er bara, eins og ég segi, ég er bara svo hoppandi glaður að vera á þessum enda núna að hlusta á menn grenja úr sér augun yfir heppninni hjá okkur og þessi sigrar eru svo óbóðslega, þetta er svona bara... Já, ég vil ekki segja það alveg, bara hvað lýsingarorðin sem ég vil nota yfir hvað þetta er reyni miklu skemmtilegra heldur en 5-0 burst sigrar þegar við skorum svona sigurmörk og hvað þá ykkur svona skrappi mörk á það sem við eigum þetta valla skilið á loka sekundunum, það er engin tilfinning betri. Að því sögðust einni þá var ég farin að sakna þessara 5-0 sigra allir rosalega. Ég algjörlega þar. Ég held ég að höndlit ekki alveg sexleiki. Ég hef svo engan veginn taugar þess að leikja það er svo lágt frá því sko. Sko málið bara gleðin er bara svo miklu meiri eftir svona skrappi drasl en þú ert líka alveg bara úrvinda eftir þetta heldur en 5-0 sigrana og sjálfsögðu myndi ég alltaf taka 5-0 allan daginn fram yfir þetta en hvaða sigurum manstu meira eftir einhverjum 5-0 yfirrúllun eða sigur markinu gegn Fulham í 0-1 á 93. mínútu. Já, það er alveg ljóst líka ef þetta tímabil endar vel þá náttúrulega er ljóst hvað við horfum í, hvað voru vendipunktarnir svona þessi leikur og Everton eru svona eitthvað sem við myndum horfa í hvað það var alveg ljóst og það er líka bara spurning hvað svona sigrar gera fyrir bara liðsandan og hvað sem mikið bústa er inn í klefan, erfitt að meta það, skilur ekki nema þá kannski eftir á en það getur líka verið að þetta hafi
þetta fari miklu meiri kraftur í liði eftir svona sigur heldur en einhvern 2-0. Bara hlýtur að vera. Það hljóta að fara alveg spólandi vitlausir áfram, bara vitandi það að þeir héldu sér algjörlega inn í baráttunni með þessum skrappi sigri. Sko, málið bara það kannski bara, andlegi hlutin í íþróttum náttúrulega mínir þetta ótrúlega stór og mikill og stundum óbáslega mikið vanmetin í rauninni hvað einmitt svona getur gert fyrir því og þessir ósangjörnu sigrar sem maður hefur upplifað í gegnum ævina hvort sem maður hort á Liverpool á þessum gömlu góðu árum eða þegar maður var að dröslast í þessu sjálfur sem leikmaður eða þjálfari hvernig allt þetta líka bara merki svona bara, ákveðna trú sem þú hefur á verkefninu, menn við skulum ekkert fela það, seinni hálfleikur var Tottenham klárlega búið að finna svör við okkar uppleik í leiknum og við vorum búin að vera í ákveðnu vanda, Van Dijk, við tökum þau eftir hvernig hann tekur þessa vörn, þeir voru búin að fá sterkari færi en menn eru ennþá fullir ferð og eru völlurinn var með þessu sinni sem ekki alltaf verið að gerast, þannig að þetta, að gera þetta svona, klára þetta þessum tímapunkti, klárlega leikur sem er búin að hanga yfir mönnum núna í 2 fucking vikur með eftir landsleikjalið sem við vitum það engar afsakanir í því að menn út allan heim koma tilbaka, það vera að púsla einhverju saman skrítnar, mínu viti skrítin liðskipana mörgu leiti under the cost en vinna svona leik það á móti liði sem hefur virkilega einhverja keppa það er ekkert öll liðin sem við erum eftir að spila við sem eru á bullandi keppnu eitthvað og það bara þegar tímabilið er búin að vera 7 mánuðir að klára með þessari orku gefur þér svo mikið að vera þarna undir vegnum og maður er skítrættur fyrsta tapi ykkur tæplega 40 leikjum og farin að hugsa ykkur afsakanir alls konar hluti og einbeitingu eitthvað svoleiðis það að klára þann leik svona með þessum hætti er náttúrulega miklu meira búst ef að Tottenham hefði bara komið og verið lélegir því að Tottenham voru búin að vera í ákveðnu ströggli undan þessum leik og Pochettino kom í viðtalið eftir leik og sagði ég hef engar áhyggjur af okkur ef við spilum svona, ég skil það alveg, þeir voru bara virkilega góðir en við unnum þá og það er bara ákveðið merki fyrir félagið okkar að taka svona leik á móti að mínu viti klárlega 3. besta liðinu í þessari deild og Þetta líka magnast, maður gefur konur 80 stöðum undan bara alveg klárlega. Ég horfði á Tottenham í 2 þessum leikjum sem þeir töpuðu og það voru þeir bara orkuleysir og daprir. Þeir voru áttu bara í brasi og ég hugsaði með mér, ef þeir eru svona, þá erum við að taka þá, en þetta var bara drullu erfitt og það að halda einbeitingunni og halda haus til þess að skora auðvitað fáum við gjöf með þessu marki, en þú varst samt hafsendunum hent fram, menn voru að taka þessa boltar sem voru að fylgja öll inn og voru bara á fullri ferð í því að reyna að vinna leikinn, vinna færi sem að Van Dijk reddar, þegar báðu bakvörðinu hátt upp til þess að reyna að vinna leikinn og þetta dræf og sért að gera þetta, þá getur bara þjálfarinn sagt við þá bara höldum áfram, við bara sama hvað gerist, þá erum við að keyra áfram og þeir eru konum með trú á því svona sigurmörk gefa þér ákveðna trú þannig að það er ekki spurning að þetta á að vera confidence boost fyrir þá inn í leik sem er á föstudaginn þá erum við bara trúin er bara komin einhvern veginn í kringum þá og það þetta bara lykilatriði, berið því saman til dæmis völlina því ég fór aðeins að leika mér að því kloppa svo ánæður eftir leik, maður er einhvern veginn ekki þegar maður er ekki á vellinu sjálfur þá áttar maður sig ekki á því, svo átti ég góðan vin sem hann sagðist þarna búin að fara 20 fyrir Anfield, hann sagðist aldrei hafa upplifað völlinni sterkan einhvern veginn, bæði fyrir leik og í leiknum og svo náttúrulega hvað þá eftir leik farið og skoðið Liverpool-Chelsea 0-1 tapið, eða 0-2 tapið sem var þarna í lokin, heyriði Anfield þagna bara í hálfleik og einhvern veginn, það var allt annar ára einhvern veginn í gangi, að maður upplifir einhvern veginn núna, að með þessi komnir á þann staðina bara trú þessu. Það var reyndar í þessu leik og Sverri Jón var nú á vellinum og Höddi Magg og svona, þannig að það var alltaf að vera læti, ég held að það var alltaf ljóst. Steini förum aðeins yfir hennar leik, við verðum að gera það, fyrstilega var náttúrulega bara eins og venjulega umræðum þetta byrjunlið, aðalega það sem að kannski kallar þessa iðnaða miðju, ég var nú smá pirraður sjálfur aðaláta því að ég er ekki ef maður hafa farið eitthvað á líminguna við það, en það eru núna og verður náttúrulega mjög jákvætt núna í prógrami sem framöndu, það eru náttúrulega bara nánast í allir orðnir leikfærir. Já, ég tek alveg undir með þetta, en þetta virðist vera miðjan hans þegar það kemur að stærri leikjum. Hann stillir þessari miðju upp í upphafi á móti Bayern München. Hann virðist, þetta það sem hann treystir helst á Klopp, þannig að hvort sem okkur líkar það betur að vera. Mér finnst vanta svolítið mikið svona
sóknarbrott þegar hann stillir þessu þremur saman upp á miðjunni og maður ekkert einn það. Maður sér þetta víða á samfélagsmiðlum hjá Liverpool þegar hann hendir í þetta, en hann virðist gera þetta bara nánast undantekningarlaust ef að þessir þrír eru heilir í þessum stæðstu leikjum, þessum erfiðu leikjum, að þá virðist hann stilla þessu upp svona og leggja þá meiri áherslu á svona, iðnað eða dugnaðinn og þetta allt rosalega duglegi leikmenn. Ég ekkert endilega vissum að ég myndi allan tíman flokka til dæmis Fabinho sem sterkari varnarlega heldur en alla þessa þrjá leikmenn, en það eitthvað þarna sem að Klopp sér í þessu sem að maður sér ekki. Heldur að þetta sé eitthvað lykillinn við ætlum að verðum að hafa í huga við Liverpool hefur aldrei verið með svona mörg stig eftir þennan leikjafjölda. Mjög erfitt að gagnrýna þetta. Já, nei, sko, líka heldur þetta sé kannski ykkur ástæðan bæði náttúrulega fyrir því og líka þá fyrir þessum rosalega uppgangi bakvarana báðum megin. Þeir eru náttúrulega farnir að spila bara eins og kantmenn liggu við, sko, maður velti fyrir hvort að það sé, þú veist, þeir eru náttúrulega allir konur með hlutverkið á hreint þar sem Klopp að fara fram á og kannski gefa þeim meira, eða treysti þeim betur til að gefa meira leið. Ég reyna að finna lausnina, ég skil ekki af hverju Fabinho er ekki í liðinu, sko, ég vil alveg taka það strax fram. Ég skil það ekki heldur, en það eitthvað þarna sem að við erum ekki alveg að sjá þessu. Væntanlega þetta líka hluta til að hann kýs svona reynsluna fram yfir annað. Ég meina þetta okkar reynslumestu leikmenn hann inn á og svona hafa verið þekktir fyrir bara agaðan leik og svona halda haus og kontról hlutunum. Þannig að það örugglega fullt af hlutum sem spila hann inn í og alls ekki ástæðalausu sem að hann velur þessa þrjá helst ef að þetta eru svona stóru svona tvísunuleikni fyrirfram. Maggi Henderson á nú svona hockey assist allavega í þessu marki og ég talandi að Robertson, hann komið 11 stórsningar, ég held að þessi metur varnarmann eða allavega eitthvað nálægt í og hann má nú líka tala þessu fyrsta marki að Hugo Lloris gerir alveg töluverðin uppsögn þar líka sem á ekki að sjást hjá heimsmeistara, sko. Já, sko, mér finnst það er svolítið öðruvísi þannig, mér finnst þetta er alltaf algjörlega geggjuð sending á Robertson og náttúrulega Fabinho gerir þetta ótrúlega vel. Að skalla hann niður í jörðina á stuttufæri, það kannski þetta benda algjörlega á Lloris það, sko. En sko... Nei, hann er misjafnað útspark sem ég að tala sko. Já, það er sparkið. Það er rétt, alveg sammála því. En þú veist, það er alveg klárt mál að þessi uppstilling og þessi hlutir sem voru í gangi þetta í fyrri hálfleik, ég meina við getum svo sem alveg sagt að fyrri hálfleikurinn erum við klárlega að fara að vinna á stigum, nefnilega finnst mér, sko, við skorum þetta mark. Mann óheppinn kannski að skora ekki þarna í 2 stöðu, þannig mér fannst svona boltinn var færður á milli kantan ágætlega, sko. Hann aftur 2 færi notabenni og ég er alveg sammála því að þetta er boxbardaði þá vinnur Liverpool klárlega og er ekki nefnilega fyrst mér. Nei, og það sem mér fannst gerast og Klopp reyndi að tala þessu það eftir leikinn, ég var sammála því sem var að tala að í fyrri hálfleik það þeir að flytja boltann milli vængjanna og það var Henderson, ekki bara í hockeysendingunni, hann að ná þetta einhverju sendingu sem að koma meðan allir Milner og Wijnaldum áttu mjög erfitt. Í seinni hálfleik þá fara þeir allir á hliðina, það er bara þannig og það kemur náttúrulega pottið til vegna þess að pressa Tottenham ofalega á vellinu var að virka mjög vel og þannig að mér fannst Matip erfitt með að koma boltanum frá sér, bolti fór inn á þessi svæði og bara miðjan hjá Tottenham bara hljóp fram hjá þeim og Tottenham náttúrulega með einhverja tölfræði sem ég var að skoða núna í kringum þessa leiki, það það lið sem var að hlaupa mest með okkur í deildinni og þarna lentum við bara í því að í seinni hálfleik þá vorum við í bölvuðu brasi með þá vegna þess að þeir voru bara farnir að taka okkur á okkar eigin bragði að pressa boltan inn á svæði þar sem þeir voru að, ég veit ekki hversu oft hiltan af Milner, Henderson tapar boltan líka, Milner alveg ofboðslega í þessu leik og ég held að hann hafi verið með sendingahlutfall á 60% sko, sem gali fyrir hann, þannig að Tottenham bara vann þá baráttu. Ég er ekki að meina þetta jákvætt heldur, ef við tökum aðeins í fyrri hálfleiknum þá ég er ekki að meina það jákvætt, en Alisson var svolítið eins og Grobbela líka á bara hann var alveg að gera með gráhærðan eins og segi, ég hef ekki taugar í þessa leiki þannig að það bila tölvöldinni en já, nákvæmlega það er alltaf dálítið umræðu markvarsla, ég meina Alisson alltaf reyndar óopið að slæra hann út í teginn stendur mig lengi, en þú veist til dæmis líka í dæminu þegar Van Dijk
sko lokar á Sissoko, þá náttúrulega var Alisson standandi lengi og hann fór út í bolta þarna í leiknum sem hann gerði vel, þannig að ég held að þessi kicks þarna í fyrri hálfleiknum voru auðvitað bara dálítið já, einhver partur af einhverjum mistökum sem hann lendir að gera, en ég held að það sé kannski ekki ástæða til þess að snúast í því. Þetta Fabinho dæmi náttúrulega bara kom okkur öllum óvart held ég, og hann spilaði þetta báða leikina með Brössunum, en ég meina það á ekki að vera eitthvað skikkitur, hann kom inn á í seinni leiknum mútið. Byrjaði að báða þá. Hann kom inn á í seinni leiknum, byrjaði fyrri. Það lítur að vera stór faktor, hann talaði náttúrulega um það í fyrir leik að þú veist, þeir voru búin að fá allir hérna mikinn tíma með hann vikunni, þekkir ekki þá baklið sko. Og það var, en mér varst það bara að því að klóttalaði, spurti þetta leikinu og þá það sagði, við unnum leikinu, prógrammi gekk upp og það má kannski alveg, þú veist, þá það bara nákvæmlega þannig. En það auðvitað bara, ef við viljum kannski velta fyrir okkur liðskipanir, þú veist, það líka eitthvað sem að því við höfum kannski verið að ræða það í vetur og pælum í Fabinho reitt, en í stöðunni þar sem þarf að henda inn einhverju leikmönnum og þá erum við alltaf að tala um það að Keita ekki greinilega, bara hann bara ekki búinn að koma inn á það síðan bara ég ekki hvenær. Hann bara ekki komið inn á sko. Og það auðvitað eitthvað sem að mér fannst líka dálítið sérstakt að sjá að hann hendir Origi inn á undan og græðir það allt sko. Keita var meiddur náttúrulega hérna úti í München og búinn að vera á meiðslalistanum. En hann búinn að vera í hópsand allan tíma, Steini. Ég skil það ekki. Ekki München. Ekki allan tíman, en já, það er svona, hann bara greinilega hefur aðeins dottið út af þessum meiðslum og mögulega ykkur meiru, en þú veist líka var þetta þessar skiptingu, sko, Shaqiri það að koma líka í ljós að hann hafi verið eitthvað meira meiddur heldur en var gefið upp allar byrjun og svo náttúrulega bara Origi farin að koma með ágætis innkomur. Við erum búin að skora núna 2 sinnum og breyta 1-1 í 2-1 eftir að hann kom inn á, ekki að hann hafi átt stóran þátt í þessum sigurmörkum, en hann hefur alveg verið að svona koma með ágætis innkomur. Origi bara búin að vera flottur, mér finnst bara þú býst alltaf við því orðið núna þegar hann kemur inn og hann setji eitthvað mark sitt á leikinn og hérna, mér finnst bara allt annað að fá hann inn á bekknum núna heldur hann var búið að vera á nokkrum leikjum þar á undan, þannig að ég er bara mjög sáttur og ánægður með Origi. Hann að taka menn á og áræðin og fljótur og það þarf alveg að hafa fyrir honum, þannig að þetta er bara jákvætt og hann vonandi ef hann fær fleiri mínútum þá fyrir við að sjá sjálfsögðu meira frá honum sem skiptir máli og hann verður vonandi bara áfram stór faktor í vetur og ef ekki þá skoraði sigurmarkið móti Everton, það er nóg. Steini, þetta jöfnunarmark hjá Tottenham, er það fyrirsjáanlega í vetur, talandi að Tottenham hafi verið breytt í hálfleik? Já og nei, ég veit ekki hvað fyrirsjáanlegt eða ekki fyrirsjáanlegt, við komum bara klárlega bara á hælunum úr leikliðinu. Pochettino klárlega, hann breytir taktík sem við bregðumst bara ekki við. Það var komið ákveðið sleðni við liðið í lok fyrri hálfleiks og það hélt bara áfram með byrjun seinni hálfleiks, menn voru bara duttu svolítið niður á hælana og síðan þetta mark, ég meina jú, aukaspyrna, ekki aukaspyrna, þetta var klaufalegt hjá Henderson hann og síðan byrjar hann að tuða yfir þessu. Harry Kane, það væri búið að skrifa 1500 blaðagreinar um Sala ef þetta hefði verið Sala sem að grýtti sér þarna í jörðina. Það er ekki alveg skrifað. Meðferðin á þeim munurinn á hvernig talaðu það með ólíkindum. Kane er alltaf hendandi sér niður og með sko sjálfur með svona brot út eitt, maður eru geðveikur eða bera það saman meðferðina. Já, það er bara tvennt gjörólíkt og hérna, þú sérð varla Kane reyna að standa hlutin af sér en þrátt fyrir að Sala sé trekka að reyna að standa af sér en fer líka niður, þannig að það er alveg ótrúlegu tvískinningur í kringum þetta hérna á Breitlandi, alveg bara með ólíkindum. En síðan er þetta bara röð af atvikum, sko. Ég efast að Eriksson hafi ætlað að senda boltan og þennan aðalega og síðan bara koll á kolli, þetta bara. Ég er reyndar að meina kannski ekki endilega bara í þessu marki, mér fannst bara yfirbyrðu Tottenham vera þannig, ég var farin að öskra sjónvarpið bara eins og flest allir aðrir að gera skiptingu og þá náttúrulega sérstaklega, mér fannst öskra á Fabinho í þessum leik alveg bara varst eða með ólíkindum hvað beðið lengi, við erum á 70 mínútu sem hann skiptir loksins og þá er skaðið skeiður.
Já, þetta það sem að við höfum líklegast mest af öllu gagnrýnt Klopp fyrir í þessum podcastum okkar og svona almennt. Og ég bara ætla ekki að hætta því. Ég fæ ekki skilið af hverju hann bregst svona seint við hlutunum þegar það klárt mál að menn eru dottnir niður á eitthvað level sem menn megi ekki vera á. Og hann vildi meina það í viðtali að þetta mark sem við fengum á okkur hafi verið gott að mörgu leyti, hafi vakið okkur upp. Ég meina bara af hverju, ef það rétt, af hverju þarf mark til að vekja okkur upp? Af hverju kemur ekki skipting til að vekja okkur upp? Af hverju, ef allir á einhvern veginn hælunum og hann viðurkennir það í rauninni viðtalinu þarna, að menn voru bara ekki að fungera. Af hverju breytum við þá ekki? Frekar en að bíða þangað til að það komið 70.5. eða 60.5. hvað þetta heitir. Af hverju þarf markið að koma áður en að menn bregðast við? Og það það sem ég svona gagnrýni hann hvað mest fyrir, að það að bíða einmitt eftir þessu marki til að menn með akne. Viltu bara bjóða þeim bara upp í dans, gjörðu svo vel, brunið upp kantinn, gefið þið fyrir, skoriði, við þurfum nefnilega að fá okkar menn í gang. Hvaða fucking bullshit það? Breyttu bara helvítis liðinu. Maður ekki líka eins og Tottenham gerir eins og gerir í hálfleik, sko, þú veist, þetta ekki eins og þessi miðja sé eitthvað rosalega ógagandi með Rósi vinstri, hann fyrir vinstri kantinu, Vertonghen fyrir aftan hann í bakverði, svo Alli og Sissoko og Eriksen, þú veist, meina, það sérstaklega þarna sem ég var að verða alveg brjálaður á því hvað það 72% possession hjá Tottenham við seinna þegar þeir skora markið. Já, ég sammála því og þeir voru alveg með okkur. Það var bara algjörlega þannig að við vorum að mínu viti með bakinu ekki alveg sammála steina með að þetta var náttúrulega lítið aukaspyrna og náttúrulega klárlega ólulegt mark því að handboltinn náttúrulega reynilega ferð og ég var ekki síður öskrandi á það að Klopp skildi vera ennþá að röfla við Fabinho. Ég þoli ekki þetta nýja þegar aðstoðarþjálfarar setjast niður á bekkinn, gaurinn komin úr treyjunni og svo fara að fletta einhverjum blöðum endalaust. Ég meina, þú ert búin að vera með þá heilt kvöld á hóteli, þú tekur fund morgunin, ertu bara að tala við þessu 11 gaura. Því þú veist, auðvitað skipta það ekki öllum og ekki komin inn á, en þeir eru búin að breyta og ennþá auka þungan og þetta svo kjánlegt að hann situr og talar við mennina og við náðum ekki að bregðast við og ég líka var stóð á öskurunum þegar Llorente kom inn í lokin, konum við 2 hafsenda, þá líða þetta bara 3 mínútur þannig að hendi löfrunin ekki, þú veist, það breytir ekki alveg öllu, þú veist, hann stundum alveg að gera með geðveikan eins og Steini var að lýsa með það hversu lítið við bregðumst við. Það sem að mér fannst, sko, Tottenham vel þjálfað fótboltalið og Pochettino bara, ef að svo ólíklega myndi til að Klopp myndi ákveða bara að fara í sabba því myndi eða vera tilbúin að leggja pund í það að kaupa Pochettino til Anfield. Það sem að hann búin að gera, ekkert ósvipa Klopp, hann lið í alveg svakalegu formi sem með mikinn hraða og heilmikla pressu og það sem þeir gera í seinni hálfleiknum fannst mér, þeir bara komnir með, þeir alltaf með option út á vængjunum, þannig að miðjumennirnir okkar voru bara einhver meldingaleik og eru allir svona frekar mikli tréhestar í svona að bera upp boltan, þannig að við náðum aldrei að brjótast út úr því að vera bara í vörn og það auðvitað vegna þess að okkur vantar ennþá inn á miðjuna svona miðjumann sem maður vill bara fá boltan og bera hann upp. Fabinho auðvitað langt bestur af því sem við höfum, skiljiði. En þú veist, við erum ekki að tala um einhvern Fekir, það vantar ennþá mínu viti, svona bara sókna við mann, kannski eins og Eriksen hjá Tottenham, því að mér fannst Eriksen mjög góður í þessu leik, ég hef ekkert alltaf fílað hann, en hann svona leikmaður sem vill fá boltan og bera hann upp. Við stóðum bara í vörn og það var það sem mér fannst ótrúlega pirrandi að Klopp skildi ekki vera búin einhvern veginn að átta sig á og breyta að þú veist, eins og þú ert að segja, það var ekkit, Messi kom ekkit inn á hálfleika eða Suárez á kantan, þetta var fucking Danny Rose, en þeir náðu bara þessu, þeir bara farðu til liðið sitt og við náðum bara ekki að svara fyrir eins og Steini segir, þegar markið einhvern veginn kemur, þú veist, það lagast alveg, þeir eru samt að fá bestu færin þangað til að við fáum þetta mark gefins, þannig að við þessi skipting Fabinho og Ríki náttúrulega frekar örvæntingafull og töluverð áhætt, það opnar leikinn alveg töluverð, okkar megin líka.
En mér fannst þetta, það sem að ég var að vera vitlaus á miðjumönnum okkar í seinni hálfleik var bara það hversu gríðarlega mikið af boltum við töpuðum. Þeir réðu bara ekki við þetta, þeir að Rósa komin út á vanginn og þeir voru að færa sig út á vangina til þess að aðeins að hreyfa sig af miðjunni. Þú veist, hvað voru margar sendingar sem að fóru frá vörninni og miðjuna, svo voru bara dottnir tilbaka. Og það verður að vera með einhvern og það breyttist með Fabinho, bæði það og svo hann líka góður í að vinna boltan ofalega vellinum, þannig að mér fannst ákveðin ró færast inn í það að vinna eftir að þeir jafna, þá veist þeir eru betri færi, en þá held ég að position hafi verið svo niður 50-50, fyrstu 25 minútur bara stöndum við í vörn og það fannst mér aðalega vera vegna þess að við vorum ekki með mennina til þess að bara ná einhverju kontról á boltan og það var, ég var trylltur, það var eitt af öskunum sem Árni hefur örugglega kannski hvart undan hlegið að við hefum ekki skorað þetta sigurmark, var það hversu, þetta var einhvern veginn svo augljóst og það var ekkert brugðist við því, þannig að þó ég sé sammála Steini því að markið var ódýrari um allt það, þá var þetta alveg klárlega sanngjarnt með að við ganginn sem var búin að vera fyrstu 25 mínúturnar í seinni hálfleik. Steini var ekki, það var einhver spurning í okkar huga en var Van Dijk ekki bara endanlega að tryggja sér hérna leikmaður tímabilsins með þessum varnarleik í stöðunni 1-1? Sko, í mínum huga það alveg bara klárt mál og þessi drengur, hann alveg ótrúlegur, ég búin að, eins og ég sagði, held ég í einhverju podcasti fyrir stuttu síðan, að ég búin að fara á völlin í mjög langan tíma og ansi marga leiki og séð marga af bestu varnarmönnum svona sögunar, seinni tíma sögunar. Ég hef bara ekki séð aðra eins domination inn á fótboltavelli hjá einum miðverði eins og Virgil van Dijk. Ég röflaði það að fá þennan dreng alveg bara alveg heilt ár áður en hann var síðan keyptur, en ég mjög góður hvað ég bjóst ekki við að þetta yrði svona magna. Tottenham hefur skorað svo mörg einmitt svona og sérstaklega þeir eru koma honum á son, þetta er svo geggjaðir í nölluleiti, bæði að setja Sissoko og verri sóknarmennin á vitlausa löpp og bara líka gjörsamlega loka þessari leið, það var bara Maggi setti mitt gott tweet á Twitter og það var nú einhverjir misgáfulegir aðilar sem að vildu meina að þetta hafi nú verið fyrir í kennslubókunum og þetta var nú ekkert sem hann var að finna, sem alveg hárrétt, en hversu oft sérðu þetta execute á þennan hátt. Hann heldur í rauninni, það alveg með ólíkindum hversu miklu hraða hann heldur þegar hann að meta aðstæður og bakka í rauninni og reyna að loka á mannin. Aðstæður spila líka inn í 1-1 í þessum leik og það tímabilið undir basically sko. Já, og ég meina þetta er svo mikið svona, þetta er svo kaldur haus hann greinilega bara, það ekki oft sem maður sér menn bara hreinlega að hugsa. Maður sá hann bara að hugsa hvað hann var að fara, hvernig hann las aðstæðurnar og hvað hann vildi að myndi gerast næst. Þetta var alveg bara, mér finnst alveg óbúslega skemmtilegt að horfa á þetta atvik bara hvernig hann executaði þetta. En þetta líka Steini skapaði hitt atvik tímabilsins eftir Origi í markinu, er hellirinn búin að jafna sig eftir þetta sigurmark? Það var gefið út fókaldisvottorð, það verið að koma upp takkinu á aftur, en já þetta var, en sko, við vorum að tala áðan að þetta hefði kannski verið hvort að skiptingarnar á Fabinho og Origi hafi verið örvæntingafull. Sko, það var alveg hægt að segja, ekki bara skiptingarnar heldur, það kom svolítið örvænting bara almennt í liðið. Þannig bara seinni hlutan af leiknum. Menn voru farnir að sækja og opna sig miklu meira heldur en við erum vanir að sjá. Menn voru farnir að svona finna svona smá beiskjubragð af því að fara í gegnum hennar leik án þess að fá 3 stig og vera allt í einu dottnir af með pressuna sem þeir eru búin að vera að viðhalda á City núna bara stanslaust. Þannig að bara yfir allt liðið og þá var það bara áberandi hversu svona
menn fundu alveg fyrir því að þetta var svona slipping away, en síðan alltaf bara kemur hann elskulegi vinur minn, hann Loris og reddar þessu mikið óbúðslega var þetta unaðslega vel gert hjá honum, ég hef bara aldrei verið að hrifinn að Frakka. Maggi, við erum átt okkur á því líka að síðast þegar Liverpool vann titilinn, þá var það með 79 stigum, sko, við erum með það núna og það eru 6 leikir eftir, þannig að þú veist, það er ekki eins og kannski einhverjir fættir átt að segja því, ef annarkort Liverpool eða City blikkar núna þangað til tímabil búið, það er ekki eins og að setja annar liðið hafi sem sagt klúðraði eða bottled it, sko, þú veist, þetta er bara, þessi hraði er náttúrulega bara með ólíkindum, sko. Já, ég sammála. Það er dæmigert að við, eins og við talaðum á þetta, dæmigert að þurfum bara að vera lendi í þessu, sko. Sammála. Ég ætla aðeins að taka samt, einmitt með þessi Steini var að tala með Van Dijk og það sem ég finnst alltaf að vera, það sem að Van Dijk hefur fram yfir, sko, alla aðra, ég fer ekki út á því, alla aðra hafsenda í deildinni. Hann vissulega gerir sér mistök. Það er það að hafa sjálfstraustið og í þessum aðstæðum sem hann lendir í. Þetta var ekki leikur á einhverju slow motion. Það bara kemur moment, við missum boltan, Matip gerir regin mistök, Elta Kane, þetta er svakaleg mistök í Matip og bara Van Dijk stendur eftir einn. Og hann er bara aleinn, hann þarf að taka þessi ákvörðun 40 metra. Hversu margir varnarmenn í heiminum hefði bara tekið tæklinguna það sem hann á svona 40% sénsinn. Annarkvort hefði hann bara fengið rautt og straujað eða unniboltan. Ég held að 99% í alvöru, ég veit ég er píliti bíasaður, en ég held að 99% varnarmann í heiminu hefði bara gert það. Þessi gaur, undir þessari í pressu, í þessari aðstöðu, það að gera þetta sem að auðvitað er þetta það sem við er sagt að gera á fótboltaæfingum og eitthvað sem menn æfa og eitthvað. Hversu oft hafið þið séð þetta í svona leik? Það var það sem ég svolítið reyna að segja og reyna að svara á Twitter. Hversu margir taka þessa ákvörðun? Hann veit hvað gaur þetta er. Hann veit þetta er Musa Sissoko. Hann hefur líka traust á markmanni fyrir aftan sig. Hann veit að svona er þarna og hann hugsa bara með sér, ég bara læt hann taka hann og ef að Sissoko þetta ekki eitt skref enn, þá er ég pottið þegar taklingin hefur komið. Þannig að ákvarðanatakan á þessu mómenti undir þessari pressu er geggjuð og það er það sem að þó hann gerir sín mistök eins og móti Fulham, það er það sem hann er að taka inn í þetta lið. Það er þessar yfirveguðu og mögnuðu ákvarðanir sem hann er að taka. Það er bara ótrúlegt moment. Þetta er ótrúlegt moment og verður mínu viti klárlega á topp 10 momentunum þegar við förum að fagna þessum bikar í vor, sko. Það er þetta moment þar, sko. Algjörlega. Það er líka, Maggi, það er líka að, sko, þú sérð við höfum séð að gera mistök, hann er alveg mannlegur, sko. En þú sér það ekki á honum að hann hafi gert mistök. Það er bara, þetta er bara eins og alvöru golfari, bara atvinnum var í golfi, hann bara síðasta hola er bara búin. Það er bara mistök, þau eru bara búin. Þú greinlega ekki sem Sergio Garcia á síðstöldin, ja? Nei, sko, bara auðvitað voru þessi Fulham mistök einhvern stað sem að bæði hann og Alisson taka, en þú veist, það strákar að vera komið með þetta kombo og þarna Van Dijk og Alisson, þetta er náttúrulega bara, þetta er 15-20 stiga virði í bara leikjum og að taka þennan leik á þessum stað, í þessum mómenti er bara magnað, það er bara fullkomlega magnað. Geggjaður varnarmaður, hann er alveg og það er ekkert, það er út af sollu sem að hörðustu andstæðingar Liverpool geta ekki annað en bara votta virðingu sína við þennan gaura, því ég held að það sé bara, það er ekki til sá maður sem hefur einhvern snefil að vita fótbolta sem sér þetta. Ég er alveg saman hvað þetta sitt í lið sem veit ekki hvað kostaði er að gera, þetta er langbesti leikmann í þessari deild. Það er eitthvað að þér eða ekki sammála því. Aðeins, það bara förum aðeins í topp 4 baráttuna og segjum skil kannski við þennan leik í bili Steini Tottenham núna. United er búið að semja við Solskjær, komum kannski aðeins inn að það, þetta er reðalega búið að semja við Zidane. Ég meina, er þó ekki alveg bara örugt hjá Tottenham að þeir halda Pochettino allavega eitt tímabil inn í þennan nýja völl? Heldur að topp 4 skiptir máli þar? Nei, ég var svona, ég er alveg sammála því og mér fannst menn voru að máta hann við bæði þessi jobb og hann er aldrei að fara í Barcelona enda er hann að fara Valverde, hvað hann heitir, hann er að fara að skila titlum þar í hús, einum eða jafnvel fleirum, þannig að
það var ekkit mörg önnur, það helst bæjarstarf sem að geti kannski heilla Pochettino en ég held að nú verður þeir að fara inn á þennan völl og fyrsta Solskjær var ráðinn þá hann allavega ári viðbót þarna, ég held að það sé ekki nokkuð, en maður finnur það samt á honum á þessum blaðamannafundum eins og í kringum hennar Liverpool-leik bara það er undirliggjandi pirringur og bara lágur hann hver sem vill að þeir ekki geta keypt leikmenn. En ég meni, er þetta líka nákvæmlega sama núna á þessu tímabili eins og öll hinn tímabili hann, búin að vera frábært með þessu tímabili og svo springur liðið í restina? Jú, og það að hluta til út af því. Hann næri ekkert að bæta ofan á liðið. Ég meina, við værum, bara öll þessi lið, City væri ekkert svona ef að þeir væri ekki svona jafnt og stöðugt að bæta lið. Hann bara með sama lið og fyrir 3 ára síðan. Hann hefur ekkert fengið að bæta við liðið og auka dýptina í liðið. Þetta bara Parísarliðið, þeir eru nýbúnir að framlengja við Thomas Tuchel held ég, þannig að þeir eru ekki heldur að reynda eitt af hans fyrri félögum, það nú verður kannski líklegt aðeins áfram í svona, ekki endilega þessu, ekki endilega í sumar en hérna í framtíðinni getur maður alveg trúið, sko. Þetta er alveg þannig kaliber þjálfara, sko. En þetta er samt, þetta er rosa, þetta er svona eins og kveldssprengja dekk bara á 120 km hraða því að sko Spurs, það er bara korter síðan að þeir voru svona talað þá að þeir væru svona í raunverulegri titilbaráttu. Hvað þeir komnir núna? 18 stigum á eftir okkur. En það er líka ekkert langt síðan að þeir voru í titilbaráttu við Leicester og lent undir í þeirri baráttu, sko. Stigafjöldin hjá Leicester var ekkert sögulegur þannig, sko. Jú, hann var sögulegur bara í hináttina, sko. Já, nákvæmlega. Eða það. Maggi heldur að þeir segjum svo þeir ná ekki meistaradeildina. Halda þeir Kane, Alli, Eriksson og miðvörðunum, eru allir að fara að vera áfram á þeim? Alls ekki. Ég held að bara sammála Steini því það er þessi tvö Bayern og PSG sem ég held að geta alveg verið að horfa til Pochettino. Það er klart mál að Tottenham þarf að vera í meistaradeildinni að halda í Eriksen, klárlega. Hann er leikmaður sem er leikmaður sem að vantar inn í mörg lið. Barcelona er ennþá velta sig attacking midfielder og Real líka á fullt af liðum sem eru þar og hann er ekki Eriksen er alveg mistakur leikmaður, hann er kreatífu leikmaður. Ég held sko Kane er náttúrulega klárlega á öðrum stað en þeir uppalinn Tottenham-maður og þetta er alltaf mikill rómans í þessum nýja velli þeirra sem þeir eru opnað, þannig að ég sé kannski hann á þeim staðnum, en ég held að Tottenham og ég held að Pochettino hafa alveg svolítið verið að segja það helgina, að það er alveg klárt mál að hann þeir þurfa að vera með í þessu, það er bara þannig sem það er, þeir þurfa að vera með í meistaradeildinni, bara gríðarlega mikilvægt að þetta er í klúbbinn að lenda ekki í því að þurfa að taka hann völl á sig, þú veist, og vera utan meistaradeildar, það væri högg, þannig ef þeir komast ekki inn í meistaradeildina, þá mun Tottenham þurfa að selja leikmenn, ég held að það sé bara klart, þú veist, það er alveg augljóst mál að þeir hafa lent í vandræðum með völlinn og þeir hafa dregið úr hraðanum og framkvæmdum meðal annars út af einhverju peningaversinni, gátu ekki keypt neitt í fyrra. Þannig að ég held að næstu 6 og ég held að Pochettino sagði það, þú veist, hann sagði það bara núna erum við bara í 7 leikja móti og 4 liða deild og það skiptir öllu máli ef við séum í topp 2 með þeirri deild fyrir félagið. Þannig að ég er alveg klart mál að Tottenham liði framtíðarinnar mun svolítið ráðast af þessum næstu dögum og ef að Pochettino fer ekki í meistaradeildina þá held ég hann væri jafnvel tilbúin bara að hætta og bíða rólegur því hann veit að hann fær næsta toppjobb sem losnar. Reyndar eru þeir eftir í meistaradeildinni og ég ætla ekki að afskrifa þá þó þeir sé að spila á móti City, þú veist, þeir eiga alveg breik þar. Það verður rosaleg törn fyrir Tottenham að spila 3 Manchester City í þessu í apríl, en þeir gætu alveg ennþá verið að komast einhvers staðar áfram þar, auðvitað. En mættu vinna deildarleikinn. Ef við getum strýtt okkur svona, þá getur það alveg strýtt City, það er alveg ljóst. Alveg klart. Og bara, ég held að sé, þú veist, auðvitað skiptir þetta öll þessi liðmáli, þetta skiptir Chelsea máli, skiptir Arsenal máli, United máli, en ég held að þessi völlur og einhvern veginn allt í kringum Tottenham, þetta er bara algjört lykilatriði þá þegar þeir klári í topp 4. En sko, við skulum hafa það hugfast að völlurinn er komin upp í einhvern miljard punda og
ég veit ekki hversu ég las margar lærðar greinar stækkurinn á Anfield og nýja Anfield og rekstrarmódelin sem að þurftu að gangu. Þetta alveg rosalegur baggi. Munum bara hvað Arsenal átti erfitt þegar Emirates var að rísa. Og þeir reyndar borguðar mjög hratt, en þeir voru bara selling club í mörg ár. Það sem að hélt í þeim líftórunni, þeir voru áskrifundur af meistaradeildinni. Þeir fengu stanslaust inn peninga af meistaradeildinni og það ógnaði þeim enginn með meistaradeildarsæti. Þeir héldu því ár eftir ár. Það bjargaði þeim algjörlega. Ef að Arsenal hefði ekki náð inn í meistaradeildina, þá ég ekki viss að þeir væru á þeim stað sem þeir þó eru í dag. Þannig að ég held að þetta sé alveg bara risastórt fyrir Tottenham og því miður þeirra vegna, þá ég ekki bjartsýnn fyrir þeirra hönd. Ég nokkuð viss að þeir missa af meistaradeildarsæti. Tökum þetta bara stein, ég listaði hérna leikjaplanið framöndan deildarleikinni hjá þessum liðum uppnúrar, þessum 4 liðum sem koma til greina. Hvaða 2 verða í meistaradeildinni? Arsenal mínum huga svona það lið sem á léttasta prógramið eftir og Arsenal svolítið lið sem að tekur þessa minnislægi. Jú, þeir eiga marga útileiki og hafa verið mjög góðir heima og síðri úti, en ég hef einhvern veginn trú á því að þessi sóknarbroddur hjá þeim komið til með að skila þeim í gott sæti, enda þeir eru komnir í præmstöðu nú þegar. Þeir eru komnir í 63 stig, þeir eru 2 stigum yfir Tottenham og þeir eru 2 stigum yfir Manchester United þeir geta farið 5 stigum fyrir ofan þá, spáði því. Já, þeir eiga leik inni sem úti Everton eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hef trú á Arsenal þarna. Stóra, og ég nokkuð viss að Tottenham verður fyrir utan topp 4. Mér finnst bara holdningin að vera þannig. En þetta síðan hefði ég spáð Man United þarna, alveg bara pottþétt, en þeir fóru svolítið verulega illa ráðið sinni í kvöld og ég ekkert. Þeir verða vissulega að vinna núna næstu leiki. Það algjörlega ljóst. Við erum komin í þá stöðu og það ekkert langt þangað til við förum að halda með þeim í allavega einum leik. Þetta ofboðslega erfið aðstæður. Bara yfirleitt þegar Man United tapar leikjum eins og í kvöld, rautt spjald á trúðin í hægri bakverðinum og sjálfsmark Smalling. Einhvern tíma hefði maður bara farið bara brosandi bara á kottan og bara hlegið sig í svefn, en núna ég er nú ekkert mjög langt frá því núna, þeir mátt alveg við, það allt í lagi að tappa af og til, þeir bara þurfa ekki að þeir verða að vera í sjans þegar þeir mæta Manchester City og það þeir eiga 2 leiki eftir, 2 svona leiki sem ekkert unnir fyrirfram. Þannig að þeir eiga hörku prógram framöndan. Þeir eiga West Ham, Everton úti, City heima. En þetta svolítið magna. Þú að spá sem þetta verði Arsenal og Wolves sem verði í meistaradeildinni? Þú búin að útiloka Tottenham, Manchester og Chelsea Ég var ekki búin að útiloka Chelsea. Þeir gera það sjálfur bara, það eiginlega búið. Það verður bara eitt lið, það verður enginn í 4. sæti. Já, eða það. Huddersfield eru svo lélegir, þeir eru dottinni í 21. Fulham í 23. líka. Ég ætla að fá ósammála steinum mínum. Ég held að Tottenham sé með besta liðið af þessum 4 liðum. Ég hef einhvern veginn trú á því að þeir séu með þetta lið sem muni vera best. Arsenal með í rauninni ótrúlega þægilegt prógram og margan hátt. Þurfa reyndar að fara til Úlfanna eða eitthvað. Þeir eru með langflesta þá leikið við liðin sem að engu máli skipta. Ég held að þetta verði Arsenal og Tottenham því að Tottenham eiga vissulega eftir að spila við United við City á útivelli, en prógram hjá Tottenham líka, þeir eru með 5 heimaleiki á síðustu 7.
Þannig að þeir eru bara að fara til City og Bournemouth, en þeir eru heimaleiki við sko Palace, Huddersfield, Brighton, West Ham og Everton. Þannig að ég held að þeir vinni þá alla og þá er þessi Bournemouth leikur upp á það að ná þessu 18. stigi og þá held ég að Tottenham taki þetta. Aftur á móti, þú veist, United hlýtur að klára West Ham og Everton, þannig að þeir verða alveg inn í þessu séns þegar þessi City-leikur verður. Gleymum ekki að þeir eiga Barcelona þarna í þessum prófum. Já, en ég meina, eins og sé, þeir eru komin á þennan nýja heimavöll og þessi lið, Brighton, West Ham, Everton, hafa engu að keppa, eru ekki nógu góð til þess að bara standa í þeim. Ég held að séu þeir höfðingjar sem eru þar við stjórnvölinn og eru á þeim stanum að vera bara að keppa við lið sem hefur enga motivation, þá held ég að það sé það sem að muni gera svona gæfumun á því. Og Chelsea náttúrulega, við ætlum bara að klára þá. Ég held að við vinnum þá og þá verður... Það ónóta tilfinning maður ekki að eiga þetta helvítist Chelsea-lið bara með 2013-14 tímabili huga, sko. En við skulum samt átt okkur á því, af því að ég hefði ekkert að gera á sunnudeginum og ákvaða að horfa á Cardiff Chelsea. Þetta var náttúrulega með stærri þjófnuði sem var séð mjög lengi. Ég held að finna engan verri, sko. Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt. Þetta voru 2 horn, náttúrulega eitt svakalegasta rangstuðumark og mér finnst þetta mjög gaman að sjá Carragher í gær, það var bara fyrir okkur sem hafði nú staðið á línum og stundum að verja þess að dómarastétt. Þetta bara besta dæmi í heimssögunni fyrir því að VAR þarf að koma. Þetta bara í þessu mómenti, auðvitað hefði má segja aðstofndómar þetta giska það því að þetta var ekkert smá hár sem var fyrir framan hann, sko, bara... Þeir eiga að tala saman, ekki? Já. Tala saman? Já, saman að því, en ég meina, þú sást það sem Carragher var að gera, hann dettur inn í einhvern... Ég sá það alveg. Já, en sko, þetta er bara VAR, ég er alveg sammála því. Þetta er ekki fyrir... Rauðaspjaldið og vítin líka er náttúrulega bara, þú veist, það Ég reyndar ekki sammálaði með þetta rauðaspjald. Það skiptir engum máli, þú veist ekkert dómgæslu, sko. Málið bara þarna er Kepa komin með boltan í rauninni áður. Já, ég ætla að vera að steina með einu. Þegar hann tók náttúrulega á hennu sénsinn að komast í boltan. Ég sammála steina. Það var gult, við steinum sammála það. En þú veist, Chelsea bara, þeir voru bara lélegir þessum leik og það auðvitað, þú veist, bara systemi, þú veist, fólkið bara you don't know what you're doing, syngjarnir sjóran þegar skipti leikmann út af, þú veist, ég ætla bara að vona að Sarri verði ennþá þarna. Já, það er eitt sem vinnur með okkur þegar við mætum Chelsea að þeir eiga leik, sko, útileik í Prag 2 dögum seinna, heldur en við erum búin að spila við Porto heima, þannig að vonandi verður að Europa League eitthvað að stríða þeim. Það er ekkert þægilegt að spila leik eftir Europa League og þeir eru komin í langt þar og kannski verður það bara meiri fókus hjá heldur en deildin þegar það kemur að þessu og Liverpool á heimavelli í titilbaráttu held ég sé ekkert besta sem við getum gert eftir Europa League úti, sko. Ég held að þeirra staðist í séns á meistaradeildarsæti líklegast í gegnum Europa League. Sammála því nefnilega. Ég held að það sé... Ég hefði sagt þetta þá á Arsenal, nema ég sammála ykkur, ég held að Arsenal sé bara að fara að sigla þessu núna, sko. Ég svo sem sagði þessu, var þetta okkar stöðunni, ég sagði það hérna fyrir einhverjum tíma og ég stend við að 2 erfiðustu leikirnir okkar eru þessi Tottenham leikur og leikurinn á föstudaginn við Hörku Southampton-lið sem bara orka í þeim og þeir eru með hennan vel klikkaða stjóra sem líkist klappa margan hátt. Það verður drullu erfiður leikur á föstudagskvöldi í Southampton, þeir eru með mikið momentum en eftir það þá bara ég hef trú á þessum Chelsea leik og síðustu 3 leikin eigum við bara að klára. Þannig ég held að þetta verði Arsenal og Tottenham sem fara að Þú heldur þetta var Arsenal og Wolves, það er bara komið. Ég ætla að fagna þessu, ég var nokkuð ánæður og alla hægt að gera neitt annað heldur en að ráða Solskjær til lengri tíma, en ég er alveg sammála enn og aftur tvitti hjá Magnúsi vinnu mínum að það að halda Pochettino frá Manchester United er gott svona bara almennt, þannig að ég er ekki smá sammáleikur. Hvað heldur til dæmis með, segjum svo að Manchester klúður þessu núna, ég meina, erum við ekki strax komnir í, sko, það er alltaf strax komið með svona bakið vel uppi vekk, þetta eru þrír tapleikir núna af síðustu 4 og ég held að það sé komið 50% vinningshlutfall, þú veist, Mourinho var með 54% þegar Manchester yfir
öll árin. Og ég man ekki hver það var sem helginni sem var að velta þessu upp og var að bera saman af þessum púntitum þetta fyrir leikinu, meðan virðingu, sko, United var á vondum staður, auðvitað eru þeir að ráða Solskjær, þannig vinst alla staðinum og búin að ná úrslitum hann að þessum tímapunkti, en þú veist, höfum trúað því að hann slái þessa stjóra sem eru fyrir ofan sig út þegar kemur að því að fara að leggja upp liðið. Höfum við trúið að Pogba verði þetta áfram þegar Zidane allir núna að tala um hann á blaðamannafundum, halda menn það í alvörinni að Zidane hafi bara, já, best að spjalla bara Pogba, bara já, ég ætla ekki að segja, ég má ekki tjá mig Pogba, ég ætla bara að tala Pogba, halda menn að það sé ekkert í gangi þar, þannig að, þú veist, United bara á þessum staðnum að doldið taka einhverja easy way out út úr þessu sem að ég held að sé bara til lengri tíma munum við bara gleðjast yfir og engin spurning að þeir fara ekki í meistaradeildina núna, þú veist, þá er það ekki bara Pogba þó ég sé David De Gea sé eiga svona með slakari tímabilunum sínum í vetur, þú veist, ég trúi alveg því að hann sé komin efst á vinsældarlista Paris Saint-Germain. Ég sá bara stuðningsmenn Manchester íslenska að vera tístaði kvölda að það væri spurningum að kassa bara út á honum. Flottu nú töluverð fyrir því. Að sammála því að mark númer 2 í kvöldi náttúrulega enn eitt dæmi. Það á hann mikið inni hjá þessu. Já, sammála því, en sko, en það sé að meina bara það, þú veist, að við skulum átt okkur af því að David De Gea ekkert nú skrifa undir eitt samning, hann á ár eftir. United mun aldrei láta hann renna út af samningi, þannig ef þeir fara ekki meistaradeildina þá held ég að stóra mál United verð ekki að kaupa einhverja leikmenn, heldur að halda Pogba og De Gea og ef ég hérna segjum það að París skiptir nú stjóra eða við veitum hvernig París og De Gea getur valið það að fara til Parísar og hérna Pogba ef Zidane vill fá Pogba þá vitum við að Pogba fer þangað og þá erum við allt í einu komin í það að United ekki bara að fara að styrkja þessa ónýtu vörn sem að sást nú heldur betur í kvöld hversu slök hún en einu sinni, Smalling náttúrulega kjánalegur þetta, Young náttúrulega er ekki varnarmaður, þá er þetta United bara að fara að þurfa að taka inn 7 leikmenn eitthvað í sumar, þannig ég held að það sé bara, sem ég sagði þetta margina, ég held að það hafi bara verið fyrir okkur hér fínt að þeir gerðu þetta og bara já, ég held að við þurfum ekki að hafa stóra að gera þeim, það er bara mitt mat. Við tökum einhvern tímann í sumar United-mann í þáttinn aftur, ég heldur náðin ekkert fyrir þetta tímabil búið, engin ástæða til heldur, við förum bara ekki nema fyrir hennar City-leik, en hérna förum að snú okkur að þessum leikjum sem eru núna, það eru 2 leikir þangað til við tökum upp næst og Steini, þetta Southampton-lið, ég að vægast sagt að maður sé stressað, þeir eru nýbúin að vinna þetta Tottenham til dæmis og vinna 2 leikinu röð og þessi eru konum með Leipzig þjálfaran, ekki það, hann var þær í 2 ár og 8 misjöfnan árangur, en ég meina það er bara þessi 6 leikir, við erum ekki bara að horfa á þennan leik sem einhvern 5-0 leik, ég held að við getum alveg sammála það. Það er algjörlega tæru, þetta bara, það er óskiljanlegt að þetta lið sé það sem það er, en óskiljanlegt og ekki óskiljanlegt. Það sem óskiljanlegt að þetta var ennett liðið sem að tók sénsinn á Mark Hughes og þeir áttur það er bara ástæðan fyrir þeir sko. Já, þú áttur unni bara allt vont skilið að taka þátt í því gamli, ég bara sem miður, þetta er góður fíterklúbbur fyrir okkur og hérna, það er svolítið langt síðan við fengum mann frá þeim síðast, þannig að þeir þurfa aðeins að fara að spýta í lófana, en þetta er bara hörkulið, þeir hérna unnu Spurs og á móti Man United daginn, mér að segja að hörðus United menn voru bara sammála á því að þeir áttu að fá miklu meir út úr þeim leik heldur en þeir gerðu, þannig að þetta verður bara hörku leikur, en það líka, við getum talað þessa andstæðinga eins mikið upp og við viljum og getum, en það breytir ekki þeirri staðreynd að við erum í bullandi titilbaráttu og ef við vinnum ekki svona leiki að þá erum við ekkert að fara mikið lengra með það er bara ósköp einfalt mál. En við erum líka þarna Steini að tala upp andstæðingarna sem eru vissulega ennþá í 16. sæti og með jafnminna stigum Burnley sem eru 17. sko og Brighton, þannig að eins og segir þetta sko Maggi líka ef þú skoðar bara hópinn hjá þeim, bara liðið sem vann Tottenham til dæmis og við erum að tala um að góðu fíterklúbbur fyrir okkur, þú veist, það er engin að í þessu núverandi liði eða hóp sem að við erum að fara að kaupa á næsta tímabili,
nokkuð ljós, sko. Það er kannski markmaður, en mjög efnilegur, lítur flott út þessi Gunn, en sko, alveg sammála því, en við skulum ekkert gleyma því að í síðustu 4 leikjum í deildinni, þá er Tottenham Southampton búin að vinna 3 og voru alltaf skítóöfnir að tapa á Old Trafford, það var alltaf bara grín, og eru einmitt á þessum tíma búin að vinna sko, Tottenham heima og fara í töff derbyleik núna í síðustu viku á móti Brighton. Þeir fengu líka 21 dags pásu, þannig að þeir eru líka fullir af orku og eru að spila hápressu og eru líka að spila þetta leikkerfi sem að við vorum í dálítið brasi með helgina með þess að 3 manna varnarlínu sem þetta 3-4-2-1 sem að Tottenham stilt upp í fyrraleik sem að kannski Ég er ekki sammála að við höfum verið miklu brasi með það, ég var miklu frekar eftir þið breyttu, Bryndur. Já, mér fannst einhverja tilfærsli sem voru þar, þannig að ég er alveg alveg gusk, 2 langbestu línu í enska fótboltanum eru Liverpool og Manchester City. Það er alltaf bara í dag komið í ljós og þetta bil á milli þeirra og hinna liðanna, það er engin tilviljun. Þannig að það er alveg augljóst mál að við erum með sko lið sem á að fara niður á suðurströndina og vinna þennan leik. Bara alveg klárt. Ég aftur á móti þegar ég horfi yfir þessi leiki sem eru eftir, þá er ég eiginlega á því bara að þetta sé erfiðasta testið okkar núna. Þeir eru ekki ennþá safe, þeir munu leggja gríðarlega mikið í innan leik og þeir eru með svona bullandi sko, stemmingu með sér. Annar faktor varandi það ekki, þetta er líka leikur á föstudagskvöldi, ég segi ekki að skásar að verða heldur betur upp fyrir að fara á þennan völl, en föstudagsleikur í Englandi, það er alveg ljóst að það verður hörku læti á pöllunum, sko, örugglega ljósasjó og læti, sko. Og það getur alveg vel verið að við bara séum að fara í annan svona úlfaleik sem þetta er svona svipað, það var líka föstudagskvöldan að gera eftir munið að mér, svona leikur þar sem að þetta er svona bananaskinn og ég svo sem hef ekkert farið onni það, en þetta er svona, við skilst þér síðan ekki endilegt ofsalegi vinir, það sé náttúrulega Klopp, þannig að þekkjast eitthvað og er eitthvað svona svipaðri línu, þannig að þetta verður rosalegur fótboltaleikur og þetta verður held ég bara alveg ógeðslega skemmtilegt og að sjá hvernig okkar menn fara í gegnum þetta, en þetta verður drullutöff leikur og það er bara það er ekkert af þessu skemmtilegt, Maggi, þetta er bara að vinna. en sko, þessi leikur bara mér finnst það allavega að það eru 6 leikir eftir, auðvitað er þetta allt töff verkefni skilur mínu, Cardiff er ekkert búin að vera leggjast á hnakkan og gefast upp sko, en þessi leikur er bara svona leikurinn sem ég held að verði ofboðslegt statement að vinna hann, ég er allavega upplifað það, við vinnum þennan núna flesta föstudagur, það er bara ofboðslegt statement. Það er ekki bara það statement, heldur líka bara núna fara City yfir okkur aftur á morgun og ef þú ert að hlustandi góður þegar sáleikur er búinn þá er það búið að gerast. Þeir fara stigi yfir aftur og það er bara svo rosalega mikilvægt bara í þessu sálfræði stríðöld, bara hvernig heldur að þeir hafi hugsað heima hjá sér inn í stofu sitt í leikmennin er að horfa á Tottenham gefa okkur sigurmarkið á síðustu mínútur leiksins með sjálfsmarki. Bara, nei, í alvöru tala, er þetta virkilega bara að gerast? Þetta hefur allt áhrif. Það er rosalega þétt prógramið hjá City og bara það að geta haldið þessari pressu, að hafa þetta forskot alveg þangað til að þeir spila derby-slaginn sinn, að við getum alltaf náð þessu forskoti aftur til að halda þeim svona í einhverju hræðslu mómenti. Við verðum bara að halda þessu við. Bara, ef það dugur ekki til í lokin, ef þeir klára allt sitt, þá bara gerðum við alveg eins strangheiðarlega tilraun og hægt var að gera. En það er okkar að halda þessu. Já, þetta er alltaf ekki leikur til að missa neitt. Þetta lið, þeir eru búin að vinna 7 og tapa 7 og eru 3 jafntefli síðan að þessi þjálfari kom 24 stig 18 leikjum, þannig að það er nú bara megnið af stigunum sem þeir hafa fengið á þessu tímabili, en eins og segi, þetta er bara bananahýði sem við verðum að passa okkur á og klára. Annað bananahýði og í þessari meistaradeildi, ég meina við vorum Lukkan var með okkur þegar það var dregið og þegar maður er að skoða þetta Porto-lið, þú veist, auðvitað er ekkert grínlið sem kemst í 8-lega úrslit, en ég meina, þetta er fljótt á litið, ekkert betra lið heldur enn í fyrra, sko, og rauninni ástæði fyrir komnir svona langt, bara þeir hafa verið bara í svona Manchester City feeling þegar það var dregið í riðla, er þetta of harkalegt mat, ekki? Nei,
Það ekkert spurningin að við eigum að vinna Porto, það bara þannig. Þeir eru eftir á móti, þú veist, þeir eru sterkari enn í fyrra, held ég, þeir eru bara búin að bæta hérna frendans Steina Pepe inn í vörnina og eru náttúrulega árunni eldri enn í fyrra, þannig að þú veist, þeir eru með betra lið enn í fyrra, en við tókum þá létt í fyrra, þannig að við eigum auðvitað að klára Porto og það er bara dagskipunin. Sko fyrsta lagi var þetta Pepe, sko, hann nú varamaður hjá þessu liði og það er miklu frekar þessi 21 árs Militao sem fór til Real, þeir eru þegar búin að selja til Real, en sko þeir seldu líka. Ég er tilbúin að leggja höfuð á mér við að Pepe byrjar á Anfield. Það getur vel verið og bara vonandi, þeir seldu, Pepe er 36 ára sko, þeir seldu Willy Bóli sem búin að fínja Wolves, Dalot sem fór til Manchester, hann er eitt mesta efnið í bakverðunum, ég skil ekki að hann er ekki búin að taka hirðastöðuna endanlega hjá Manchester og svo Ricardo Pereira sem fór til Leicester, þetta er allt hörku leikmenn sem að þeir voru með fyrra og ég held þeir hafa ekkert bætt neitt sérstaklega, kannski frekar þá eins og talar að þessi árinu eldri og allt gott og velskilu, þeir fær gegnum Róma, gegnum eftir framleita leik í 16 liða, það Róma er skuggina sjálfur sér, en vissulega í þessum, sko riðillinn var Schalke, Lokomotiv Moskva og Galatasaray, þeir vissulega unnu 5 af 6 leikjum þar, en Guðmir Almáttur myndum við þykja þennan riðil með það sem við vorum í PSG og Napoli. Og bara aftur, það alveg klárt mál að við eigum að klára Porto, það bara svoleiðis. En á móti, ég bara þreytist ekki að segja það, þeir eru komin í 8. úrslit meistaradeildin, nú getur alveg talað riðla og leiki og allt það, þeir eru komin í 8. úrslit meistaradeild, þú veist, þá ertu með gæða lið sem að, þú veist, getur klárlega slegið út líka, þú veist, við erum, mínu viti þá fyrir þessa viðrykni erum við 75-25. En það getur alveg lent í einhverjum vandræðum þú ert komin á þennan stað í keppni, það bara svoleiðis. Við erum ekkert að horfa á neitt 5-0 leik án okkar. Nei, alls ekki. Við vitum hvað þarf að gerast, ef við 0-0 þá verðum við bara að fljúga út, það er ekkert flókið. Það er ekkert mjög flókið við það. Steini, hvernig líst þér á þetta einvígi í rauninni? Ég meina, þetta... Við skoða bara líka sem ég var að tala um á að þeir seldu leikmenn, ekki að skipta öllum á, þeir gera geggjuð kaup í þessum miðverði Militao, en ég meina þeir seldu fyrir 72 og keyptu fyrir 37, þetta er náttúrulega lið fáránlegt á leikmannamarkaðnum, en ég mjög erfitt að sjá það að vera sterkari, þeir eru með færri stig líka, ekki mikið, þeir eru með aðeins færri stig heldur en voru á sama tíma í deildinni í Portugal í þeirra, sko. Já, ég meina voru þeir ekki að rúlla þessu upp, meira að minna, sko, eins og segi, ég held þetta sé sjónarmunur, hvort séu verri eða betri heldur en í fyrra. Ég horfði á... Kannski réttari spurning þá, er Liverpool betra heldur en þeir mættu þeim í fyrra? Alveg klárt mál er Liverpool búið að stíga upp um eitt level. Við erum miklu meira kompakt lið heldur en við vorum á sama tími fyrra þrátt fyrir að vera á útopni í meistaradeildinni á þessum tíma, en ég horfði á þess að það er ekki oft sem ég horfi á svona heilu leikina fyrir utan Liverpool-leikina, ég glugga oft í þá, en ég horfði á þetta einvígi Porto og Róma, einhverju hluta vegna, ég ætla að ekki verið bara eitthvað hint sem ég geti tekið við það, því að þetta var ekki mjög spennandi svona fyrirfram, en Róma er náttúrulega gjörsamlega hillum horfilið, þeir eru svo mörgum vítum fyrir aftan það sem þeir voru á síðasta tímabili, að það er eiginlega bara grátlegt að horfa á þá, og þessi lið voru bara nokkurn veginn á sama level, þannig að miðað við það sem ég sá, og auðvitað áttu ekki að vera dæma eitthvað út frá 2 leikjum, dæma heilt lið út frá 2 leikjum, þau geta verið slakir, en miðað við þessa 2 leiki, að þá er þetta Portolið bara talsvert slakar heldur en á mínum dómi. Þetta er sami stjóri, Maggi Conceição, og hann, eins og ég kynnti mér á töluvert í fyrra þetta lið og mér minnir að það verið að hringla töluvert með leikkerfi milli leikja, hann er núna samkvæmt úrskort, eitthvað afbreyða 4-4-2, en ég meina, þú veist, þá líka kannski spilar inn í eins og segir, þetta er efnilegu stjóri og að láta hann gölla með hann og ári eldri með sama mannin, það kannski styrkir á líka þessu talarum. Já, ég held að hann alltaf pottet lærði
sko klárlega líka af þessum leik sem hann var með úti bæði og eins þarna heima, þannig að hann mun koma lokaður og leggjast niður á völlin alveg klárlega og sko þá ég alveg sannfærður það að svona gaurar eins og Pepe voru fengnir inn í einhvern svona leik, ég sammálast eins og var að segja á það, þetta bara þannig að við bara mótið þessu liði eigum við að fara áfram í sko 7 af 10 árum klárlega myndum við fara áfram og í 5-6 af þeim 10 myndum við fara létt áfram en þú veist, það samt þannig að þeir eru komnir þetta langt út af einhverju og eru alveg með leikmenn þarna sem að geta alveg bitið aðeins frá sér og á því leytinu til þá þú veist, miður möguleiki á þeim, en ég alveg sammála Steina, við eigum að klára Porto, það bara þannig, við eigum bara að vera með liðið, það að fara á Olympiastadion, slá Bayern München út, fara svo dett út fyrir Porto næstum fyrir væri þetta bara fellett, það bara þannig. Ég, þú veist, þeir með, og það, þú veist, Porto, þó ég sé að segja að ég telji það að vera sterkari inn í fyrra, þá það bara þessi reynsla og allt þetta þessu, en þú veist, leikmaður fyrir leikmann, þá erum við betri og þeir eru heldur ekkert þetta stóra Evrópulið sem við auðvitað erum, þannig við eigum bara kláran leik, það bara þannig. Þetta alveg hárrétt, ég meina það þarf ekki nema eitt klaufalegt rautt spjald í byrjun annars leiksins og það bara gjörbreytt staða, þannig að maður veit aldrei í fótbolta bara hvað verður en fyrirfram að þá á þess að alltaf vanmeta andstæðingan eitthvað mikið þá það mikið áfall ef að Liverpool myndi ekki klára þetta með. Talandi það, Steini, veit ekki framtíðina hvernig fara þessi leikir, 2? Ég get alveg sagt það. Þetta verður, ég held að við tökum þetta, ég höldum hreinu loksins núna á föstudaginn. Ég sé ekki þetta Southampton-lið skora á mót okkur. Mesta ógnin Ward Prowse úr okkur fyrstu leikandriði. En ég treysti alveg sem fullkomlega í það. Þannig að ég ætla að segja við... Ings í láni, hann má ekki spila, ekki rétt? Hann má ekki spila, þannig að það mjög jákvætt. Þannig að ég ætla að giska ég veit þetta, 2-0 sigur á móti Southampton. Og ég held að hinn fari bara líka 2-0 á Anfield á móti Porto. Ég ætla að segja 2-3 á föstudaginn, ég alveg svakalega fótboltaleik sem að verður bara endan á milli og allur fjandinn í gangi. Þá við bara erum með einhvern á þeim staðnum að mér finnst ekki alveg traustir aftarlega á vellinu eins og við verið. Það breytist núna? Já, getur verið. Ég held að við vinnum leikinn 2-3 alveg rosalegum leik, en ég ætla að vera sammála Steina. Ég held að við tökum Porto 2-0 frekar heldur en 3-1 þarna í næsta leik þar á eftir. Ég held að Klopp gerir svona 2-3 breytingar, mögulega ég veit ekki hvort hann sé þannig að breyta Matip út og einhverjum að miðjunni jafnvel 2. Þetta náttúrulega stutt á milli leikja líka. Steini sagði þetta færi 2-0 og myndi sem þetta ekki sem spá. Ég bara tek því sem góðspili. Ég ætla að fara í bæinn, ég ætla að leggja land undir fót og horfa á þetta með ykkur. Halda þér frá Árna Maggi, hann bað mig að þið ekki nálægt að þessu sinni og draumurinn hjá mér, Porto heima að við klárum þetta einvígi á Anfield. Ekki bara þennan leik heldur, klárum þetta einvígi eins og við gerðum í útileiknum. Liverpool, það væri rosalega gott að eiga Porto úti þar sem að leikurinn væri svona allavega á mjög góðum stað. Ég ætla að setja 4-0 á þann leik. Heldur þetta sé að því að við þurfum að taka Magga og horfa á leikinn með honum á föstudaginn? Var hann settur í einslags bann í Breiðholtinu? Já, og það var ekki, það bara Evra og neðra Breiðholtið og bara... Ætli að segja mér að það hefði tekið marka því að Árni Birgisson myndi setja mig í einslags bann. Ég treysti því að það myndi enginn hlusta á það. Ég ætla bara að fara á glæðja. Það er gaman að horfa á leiki og við vinnum það flesta saman, sko. Hann ekki borgarstjóri í Breiðholtið? Jú, Árni Reddmörni kongur sem ég þekki, það alveg ljóst, ég hlýði bara þess að hann að segja þetta í sérstaklega hvað þetta var. Við sjáum Magnús, en eins og segir takk í kvöld. Ef ekki enda bara því að við hlökkum til að hitta fólk líka á laugardaginn, bara minna á það aftur. Það verður örugglega rosalega gaman að hitta púlara, það ekkert skemmtilegra tilhaldun að hitta fullt af liðbúlurum, þannig að það verður bara ógeðslega gaman.
Þetta ásatíð, þetta að verða svona eins og, að ég veit ekki, svona annan í jólaböllum hérna Selfossi sem fjölgar milli ára sem að þekki líka á þessum kvöldum og svona, þannig að þetta bara stórskemmtilegt. Hlökkum mikið til. Við náðum að koma annar í jólumballi á Selfossi í þessar umröðu. Það nú afrætt. Já, það dálítið gott. Þetta náttúrulega áfall eftir að sálinn hætti að spila annar jólaballi, það bara, ég veit ekki hvað gera núna. Herðu, takk í kvöld.